ég skrifa svo mikið. Flott fyrir greinina en það er að lesa upp í þetta og það kemur svo kæra og nýtt. Við erum live. Næs. Já, kæri hlustandi. Það er 15 lótan sem heilsa ykkur á fallegum föstudegi þetta skipti. Föstudagsstaður, Biggi. Já, stemming. Stemning. Keyra af staðinn í helgina. Já, það er voru veikindi, ferðalög, einhverjum gestir sem mætti ekki. Já. Allt í gangi. En maður þarf alltaf að skýra sínum. Það er meiri morgun, þáttastemning alltaf hjá okkur. Já. Helvitist nákvæmlega við tókum kaffivélina og þú var næst að hafa kaffi hérna á morgunana. Já. Ég myndi hugsaði með mér, ég myndi alltaf taka morgunkaffið hérna. Já. Og þetta er bara óslega næs. En núna er ég alltaf að fara hérna á gólfið í einhvern gamla monsterkassa. Og pissvolgan monster. Já. En ég finn það sko, mér finnst erfitt að byrja daginn á podcast. Já, við erum að detta bara í rútínu með þetta sko. Ég á auka kaffivéli, það er að koma með hana hingað. Já. Þannig að við getum bara hendi kaffi á morgunana. Já. Já. Og taka til í þessu hotni hjá okkur. Herru, það var sko geggjaðu síðustu helgi. Við erum svo ógeðslega seinir með allar fréttir sko. Já. En við erum sko að fara að gefa upp Strickland og The Kansas. Deginum fyrir, bara næsta kart og MVP, Most Valuable Promotions, að halda sér fyrsta MMA-sjó á Netflix. Einmitt, þetta er svaka helgi sko. Já. Það er bæði alveg klikkaði fights í UFC og svo er alveg bara huge fights í MVP, þú veist, þetta er ekki bara eitthvað washed up, Ronda Rousey og Gina Carano, þetta er alveg Francis Ngannou og svo er þetta bara Robert Spain og alls konar stórt dæmi á þessu, Nate Diaz og Mike Perry. Ég veit að finna að horfa á eitthvað svona content með þeim, þú veist, eitthvað svona alltaf heitir fyrir þetta. Þeir eru báðir með svo mikið CTE sko, þeir eru alltaf talað, þú veist. En já, það var alltaf skemmtileg fætt sko. Já, sko, Nate Diaz, það er svo fyndinn. Hann virkar alltaf bara eins og dópisti, en hann er samt að geða eitthvað á form. Nate Diaz er jacked sko. Já. Hann er óslega góð á form, en hann er samt bara viku fyrir fætt og er hann bara með einhverja blönd í einhverju viðtali skilur heldur alltaf þræði skilur það er gett að spella það. Sástu að hann gerði Ronda Rousey fræðina fyrir einhverju viðtal? Nei. Hún var eitthvað eins og hálfveit í einhverju viðtali og veist það með vatni sem það alltaf var að drekka vatn og var ennþá á tappina og hún var eitthvað getur ekki klipt þetta út eitthvað hún var eitthvað reykt í júnum með Nate Diaz og hann Nei, ég sá það ekki. Gaman að það samt. Ég sko hugsa ef Nate Diaz myndi koma og bjóða þér að reykja í jónu. Nei, ég hætti því maður. Þú væri bara... Ég væri bara sorry Nate, það er það ná mér í fyrra. Já, ég skil þig. Nei, ok, það myndi maður ekki alveg fyrir Nate Diaz. Það er svona ákveðin karakter, sko, Snoop Dogg, Nate Diaz, það er svona ákveðin karakter sem maður myndi alveg blaze upp með, það ekki? Nei, ekki. Ég veit ekki, aldrei sérst það. Gáðan að þessu. Herri, öllu gríni sleppt. Ef að vinda okkur aðeins yfir bara liðina helgi. Já. Það ekki? Jú, þetta var skemmtilegt kart. Síðan kom Sean Strickland óvart. Sko, ég var náttúrulega bara mér líður svolítið eins og hálfvita að hafa verið spáði í síðasta þætti bara að hann myndi klóna fyrst. Já. En áðurum fyrir maður út í það, sko. Það ætli minna að þátturum styrktra það. Auðvitað. Það er að sjálfsögðu Reykjavík MMA, ef þið langar að byrja að æfa bardagíþróttir, þá er Reykjavík MMA einmitt svarið. Nýgur námskeið í hverju mánuði, allar upplýsingar inn á rfkmma.is, taktu skrifið og byrjaði að æfa á Viðarferðar 2. Hámarkaðu svo álangurinn og velja með Yngling fæðbótavörum, Shilajit, náttúrulega sterabústerar og sveppaflöndur. Vara mánaðarins er írskur sjávargrös. Já, góð vara. Já, sem eru svona steinefnin sem þú þarft á móti silajitinu, þá tekur með alla flóruna. Þannig að þú fer til Himalaya-fjallana, fær Shilajitið, það er einhver 85 steinefni, sjávargrösin, þessi 40 steinefni sem vantar á móti. Og það ertu rock solid. Golden. Þetta leiðir alltaf betri svefn, minni heilaþoku, sterkara ónæmiskerfi og betri vellíðan. Ekki gleyma afsláttukóðunum, þú fær 15% afslátt með kóðunum 15 lotan 15 við checkout. En Yngling er fyrirtæki sem gengur geðveikt vel. Þetta var bara, þeir voru bara tveir þegar við vorum byrjað að spjalla við þá og fylgjast með þeim. Og núna er þeir bara með 3-4 starfsmenn og ráða einhvern svaka tæknifræðing daginn.
Já. Hún er bara svakalegu múli, sko. En svo ætlum við að sjálfsögðu að mæla með bardaþreki hjá Nico. Útpældaðar styrktaræfingar fyrir bardaðarfólk. Hún skemmti vel í vísindalega nálgun hjá Nico. Ef þú vilt bæta við lyftingum án þess að þurfa að fórna öðrum æfingum. Bara vera sterkari og minnka meiðslalíkur. Þannig að já, þetta eru svona okkar bakgrunnar. Hvernig ganga æfingar fyrir þér? Það er alltaf fyrir að styttast í 5. lótu Fight Night 8. júlí. Já. Fight Camp í gangi eða? Er þetta að byrja? Einhver árið eða? Ég er alltaf að æfa, sko. Já. Ég aðeins að ferðast og þurfti aðeins að slaka á. Það var mjög slakur í svona viku, 1,5. En ég get labbað eitthvað neða stiga aftur og svona. Já. Ég alltaf að koma til, sko. Þannig ég er spenntur fyrir helginu, sko, því að þá kemur ljósinn hversu ég slasaði mig aðeins, það er svona ekki mikið lindamál. Ég reif liðþó og fór mínar leiðir til að bæta úr því, reyna að ná mér fljótt, sko. Landlæknir ekki ánægð með mig. Við getum orðað það þannig. En það kemur bara ljós, sko. Ég ætlaði að skokka, ég ætlaði að taka 10 km á Akranesi og skokka utanvegshlaup. Ég hugsaði sér ekkert að gera það, en ég ábókaði jöklaferð upp á Snæfellsjökul á sunnudaginn. Já, og reynt á það. Já, þá verður reynt á hnéð, sko. Sem ég reif fyrir, 1,5 viku, sko. Þannig ég svona... Kannski það að hringja það í björgunarsveitina. Það er mögulega, sko. Ég er alveg gætt að ég gerst að ég tæki þyrluna niður, sko. En nei, ég held ekki, sko. Ég held að ég sé góður. Ég var kannski að prófa þetta. Aðeins byrja að skokka. Ég get okkur veginn treyst nýjunum mínu aftur og svona margt í bóði, sko. Þannig ég byrja aftur að æfa eftir helgi. Þá var ég komin í svona þægilegar æfingar og kannski, þetta er aðalega styrktaræfingar núna. Ég held að þetta væri aðalega Nico bara. En ég var tekinn einhvern helvitis kafslæsar og bara, ég hlustaði bara á hnéð á mér springa, sko. Það var bara eins og að rífa kál í sundur, sko. Það var bara ógeðslegt, sko. Er það þá að stefna á að keppa á Íslandsmeistaramótinu í Nogi? Já, ég var með þessu svona lengi að stefna því. Þannig það má alltaf gerast 30. maí. Já, maður. Það er ógeðslega margt að gerast. Það er ásótt til Reykjavík MMA, það er Íslandsmeistaramótið í Nogi. Það eru 2 boksarar að boksa. Já. Það er svona... Má ekki alveg tala um það? Við megum alveg tala um það. Við hljótum með það. Já, við megum tala um Emil þarna. Já. Emil er að berjast. Og einhver annar íslenskur atvinnuboksari. En hver? Ok, tveir íslenskir atvinnuboksarar að keppa sama kvöldi í Kaupmannahöfn. Já. Þetta er groundbreaking, never before held ég. Ég held ég sem nokkuð viss um það. Það hafa aldrei áður verið 2 íslenskir boksarar að keppa atvinnubardaga í útlöndum. Já. Á sama kvöldi á saman tíma, skilur. Einmitt. Þannig að þetta er alveg huge. Þetta er huge. Já. Ekki bara all in í þessu umræðu. Jú. Já. Þetta er Colli, ok, you got us! Já, ok, þetta var Colli alltaf tíma. Já, þetta var Colli og Emil. Colli þetta var klikkað. Já. Nú fæ ég samanskupið að hafa ekki leikt heima, Er Emil búinn að annonsa það? Nei, en Kjærvi sagði að mættum að tala um það, sko. Já, Kjærvi sagði það. Sko, Emil kom með þennan barða. Þetta var síðasti fjárlóti barða hennas. Já. Næsti barða hefur verið 6 lótur, sem ég er búinn að taka mjög mikið til að sjá hann fara upp í. Og það verður 29. ágúst. Þannig að það er með næsta barða að lænda upp líka. Já. Emil, í hvað var það? Í Belgrad, var það ekki Serbíu? Nei, það verður í Finnlandi. Það verður í Finnlandi? Já, þetta er eitthvað stórt kvöld í Finnlandi, sagði Kjærvi. Ok, af hverju fannst mér eins og þú hefði sagt Serbíu? Nei, þú blandaði saman við 4. ágúst. 1. ágúst, já. Já, einmitt, já. Mér fannst eins og Belgrad UFC-kartið væri 1. september en ekki 1. ágúst. Já. Ég held ég að hann var þarna í lok ágúst, að þá getum við tekið til samanlegin ferð. Já, ég skil þig. Það verður aldrei ferðalögin í sumar, sko. Já, mér er alltaf, við snertum aðeins á því aftur, en Emil Kadri er sem sagt að fara að berjast. Nei, hún ræði það. 30. maí, hann er að fara að mæta gaur. Sko, þetta er fjórhundubardagi, þetta er journeyman bardagi. Þetta er ekki Mattor. Já, hann er 1 sigur og hvað 4 töp? 4 töp. 1 sigur og 5 bördum, það er 23 ára strákur frá Ungverðan. En hann sigraði samt, hann er með einu sigur, TKO sigur. Hann móti samt bara
gæja sem þú veist, 0-5 í dag. Ekki svakastíkur. Þetta er bardagi, ef við varum hinskilinn, þetta er bardagi sem að Emil Katri á nú bara að koma og vinna. Já. Þú veist. Það er svona fyrstu 10 í pró og prófærsluðurum eiga verið þannig. Fyrir allan þeim að Eiríkur Nótt sem vill bara fá einhvern killer í debutunum sem við segjum. Já. Sko, ég fíla það sko. Já. Ég respekta það. Já. Þetta er svona, þetta er Danish Fight Night í Kaupmannahöfn og það er einhvers, hvað heitir hún? Bettina Palli sem er að promóta þetta kvöld og hún er vist einhver svaka múl. Og það getur vel verið að ef að strákarnir standa sig vel hann í Danmörku að men hún er að færa fleiri tækifæri. Þetta er sýnt á svona danska vísir sem er eitthvað ekstra bleðir. Já, ég veist á. Já, þeir sem sjá útsendinguna, það verður hægt að horfa á þetta þar og en það ég held að þeir séu eitthvað að vinna í að koma þessu inn á sín og eitthvað. Já, kollar þetta ná. Já, en annars var útsendingin var ekki dýr sko, en maður fleiri náttúrulega getið keypt þessu útsendingu. Já. Það bara séð sitt eigið kommentari og eitthvað. Já. Það var alveg skoða það sko. Já. En við leifum Gunnari og þeim í Nordic Fight Promotions að ákveða hver þeir vilja að sína þessu og allt það. Já. Þeir eru ágætir. Já. En ég ræddi hans við Emil sko. Og hann var með að tala skilu þetta var 10. apríl í Gamla bíó. Fór ekki nógu vel. Colin mittist og þeir þurftu að hætta við þetta sjó. Og mikið svona reynir á andlu hliðina sagði Emil sko. Hann var svo mikið af cancelled fights bara á prófferðlinum, stuttu prófferðlinn og það alltaf eitthvað að koma frá. Það var 3-0 og alltaf eitthvað í gangi sko. Já, þess að það væri svona 7-0 ef allt hefði bara gengið upp sko. Já. Nefnilega sko. En hann sagði að hann hefði bara skellt sig til Spánar, hann Kjarri hefði ekki bara skellt sig til Spánar. Kjarri? Já, hann og einhver. Hann og konan, myndi. Jú, það hefði ekki konan. Ég hugsaði sko, hann segir konan og ég bara Kjarri. Já, það var hann og konan. Ég man núna eftir öllum Instagram-myndunum. Og hann sagði að það hefði bara verið ríkilega gott. Kortisol hefði bara lækkað og það hefði verið bara næs að fá smá sól í andlitið. Og svo var hann bara, dreif hann sig bara heima að æfa og skildi konuna held ég eftir bara á Spáni sko. Hún var bara lengur, hann bara, svo ég þarf bara að æfa. Aha, Já. Það er metnaður sko. Já, og líka svona alpha dog move. Þetta er sko, ég hef alltaf sagt sko, love makes you fat. Ég er búinn að sjá aðeins svo mikið af bardagastrákum sem alltaf rosalega langt í bardagaleiknum, eignast kæristu af því þeir eru svo mikið hot shit í bardagaleiknum og verða feitir. Og ég hugsa alltaf með mér, já, love makes you fat. En mér finnst ástin ekki alltaf að gera Emil Katrin sérstaklega feita. Nei, Emil Katrin er alltaf determined sko. Já, það er bara, já. Það er svo mikið eldur í stráknum sko. Það er ekkert að það er komað upp fyrir það sko. Nei, 100% ekki. Til gaman á honum á Instagram, svo nýjasta vídeo eitthvað. Það þarf allir svona einn vinn sem mæti bara klukkan 4:00 skímaði hafnboltkilva, spyrir enga spurninga, lánaði 50 milljónir. Enga spurninga. Það var rúkislega gott. Ég kláraði ekki allt vídeóið, sko, svona vinnir. Já, ég er þessi vinnur, bæði. Já, ég líka núna, þetta fucking gurum upp og ég mætti með skímaði sko. Ég er bara, það er svo mikið keisið, skilur. Það er bara, þú veist, það er bara fokk í mig hérna, getur alls komað að redda mér, Hvað, þú veist, ég þarf ekki að vita hvað er í gangi, það er bara, sko, ég fæ sko, fyrir hinn gæjan sem er að berjast þessu kvöldi, hinn Íslendingi. Hann er svo ceremonial, sko, hann vil alltaf, hann á hans að sínu fyrstur og eitthvað, ég fengi samvinskupið þegar ég myndi. Þú voru ekki það? Jú, vorum svolítið að spoil the party, sko. Já, ég meina, það er enginn að hlusta hvort það er. Já, morgunþátturinn 15 á föstudegi. Er enginn, það mættir á tjattið, Nei, ég get segið það, tjattið er eins steindautt og það gerist, sko. Uppsýkningardagur í gær, sko. Það er bara... Já, auðvitað. Það er sko 0 í gangi á tjattið, sko. Það verður svona veseni með sko, svona morgunfætti, sko. Já.
þangað til einhvern veginn fólk fyrir að kveikja á perunni og svona, við erum að detta inn á nýja marka okkar. Þetta sé svona fyrir fólki að mæti vinnuna, kveikja 50 lútunni. Já. Vinnustæðir þurfa bara að byrja bara að þau setja þetta bara í gangi í kerfunni á sér. Já, við þurfum líka bara að vera með svona, eitthvað svona slag og svona 5. lotan in the morning og þá fattar fólk svona heyrðu, 5. lotan in the morning, þú veist, þetta er það er gaman að þessu. Herru, hérna, en þetta verður þá 20. bardaginn á skóla. Já. Ef sögurnar eru réttar, þetta sé raun og veru Kolbeinn Kristinsson sem er að berjast líka á þessu kvöldi. Ef það er rétt, og hérna, þá verður það 20. bardaginn hans. En skemmtilegt nóg, Kolli hefur barist í Kaupmannahöfn áður. Já, fyrir næstu nákvæmlega 10 árum áður. Já, það var 4. júní 2016. Já, þar sem hann rotaði einhverjum svona vonarstjörnu Dan. Já, einmitt, með fucking klikk. Bara, smell hitti hægri hendina þarna. Já. Einmitt, já. Og til vídeo af þessu, þau eru þau eru, hvað maður segja, þau svona eru á ferð og flugi internetið. Við munum eflaust posta þessu. Ég ætla að sjá hérna hvað Daninn heitir sem að Kolli rotaði. Ég ætla að frétta yfir þau. Já, það er hérna, já, Kolli kominn á fullt bara í kamp og maður sá eitthvað smá hérna úr heavyweight sparrinu við OPC. Þeir mættir þarna Tindur og Rúnar og þeir allir að hjálpa mér að undirbúa sig fyrir þetta. Já. Ég labbaði inn í, ég var að æfa og svo eftir að fóru heavyweight gæðin að sparra. Þetta er svo mikið í húfi hjá þessum stóru strákum. Og fucking Rúnar, hann bara eitthvað landi Tind og Tindur allur í blóði og það var bara blóð, sko, bara svona blóðslóð inn í klefa. Já. Eftir Tind, sko, eftir að Rúnar hafði landað hann, sko. Og ég var ekki að fara inn í klefa, bara allt í blóðum að passa eitthvað mest stígur. Það var bara blóðum allt, sko, þetta var bara eins og crime scene, sko. Svo kom það fram og þá var Rúnar að spara við Magnús Kolbeinn og fucking droppa hann með overhand. Og bara, þetta var bara þyngsta högg sem að ég á minn séð, sko. Ég hef bara ekki séð hann aðeins, sko. Ég bara, það ágjur hann að rota en hann stóð upp og allt í góðu, sko. Það er svo mikið í húfi fyrir þessar stóru strákar, sko. Já. Ég er bara svo glaður að ég sé ekki svona stór maður, sko. Þegar maður horfir á spark á þeim, bara hvert einasta högg er bara fucking, Já, ég er saman, sko. Mér finnst þessi heavyweight-gaurar aðeins of heavy á þessum. Þeir líka bara sparra svo fucking hart, sko. Já. Herru, en það var, fyrir það sem vilja vita, það var það greyið Kim Thompson. Hann er danskur, Kim Thompson. Hann var rotaður af Kolli í annarri lotu. Sko, við þurfum að skoða, sko, við þurfum að greina þetta vídeo í ykkur svona peppi fyrir barna. Af því að, sko, snerpan í Kolli á þessum tíma, fyrir 10 árum. Ég er ekki að segja að það sé eitthvað hægur núna, en þarna, snerpan og grymdi í manninu var svakar. Já, hann er alltaf með það. Já, hann er bara aðeins öðruvísi, skilur. Já. Hann svona, þú veist, hann er bara orðið meira svona Papa Bear. Og þú veist, svona... Hann er með þessa snerpu í sig, sko. Hann er ekki bara eitthvað svona heavyweight slugger, þú veist, hann er með þessa snerpu. Já. Þetta verður, eins og við sögum, hans 20. viðureign verður gegn, hvað heitir hann, Pavel Saúr. Þetta er ekki, sko, þetta er ekki fight, þetta er ekki þessi big break money fight sem að, er búið að vera tísa svolítið og að Kolli sé alveg að fara að fá og svona. Hann gæti, sko, fleitt honum upp nokkuð sæti í styrkleikalistanum og það náttúrulega styrkja hann stöðuna sína og svona, þetta gæti verið einhver 5, 6, 7 sæti á styrkleikalistanum. En þetta er svona pínu journeyman. Já. Ekki pínu journeyman, þetta er bara svona journeyman í góðu formi, hættulegur. Já. Þú veist, Pavel Saúr sigraði Mika Milonen í síðasta barndag. Sem var á sama kvöldi og Kolli var að berjast við Petrov Martínez í Finnlandi. Þá barðist Pavel Saúr, hann var main event barðar móti Mika. Og það héldu allir að Mika væri að fara bara að strauja hennar gaur og Mika ætti bara að sigra þennan gaur og fara svo í næsta og fara og berjast upp á einhvern svona landstitil í Finnlandi. Og
þetta var bara gaurinn sem að sagði við Mika bara Friðin búinn, það endur hér. Bara buffaði hann bara. Og allir bara fuck. En þú veist, þessi gæði búinn að vinna 2 í röð, skilur við. Þannig að þetta alveg svona... Það ekki gefins? Nei, þetta svona sýndin ekki gefin veginn, sko. Það viðurkenna einhvern veginn allir hann gæja sem journeyman. En þetta samt gauð sem að taka gæja eins og Mika sem að átt að promóta hann upp í landsmeistaratitilin eitthvað. Mætir Pavel Zaur og bara, nei, þú ert ekki að fara nýtt. Nei, þetta er alltaf hægt, þetta er alltaf fætt, það eiga alltaf punches chance. Og þess að hérna, Bragi Lange, ég mætti í podcast til okkar og talaði bara, já, það á að vera auðvelt, bara svona fyrstu 20 fætana eitthvað, bara byggja record. Hann tók fyrsta tapið sitt bara daginn. Já, þú veist. Hann ekki ósýður að líka. Hann fekk hérna 50 lóti kursið. Ég veit ekki, það ekki hægt að vera að þróast í svo kurs, þess að menn mæta í 50 lótur og við erum bara, þú ert bara ósýður! Svo bara í næsta fætt. En það var svona, en sko, hann er kominn í stórt promotion og er nú líklega að lenda ykkur smá fjárhæðum þar, hann Bragi Lange. Myndi ég alltaf, hann er nýveit. En hérna, þú veist, já, það var að tala með stóra fætt sem er í kortunum fyrir Kolla og þú veist, nú búið að orða Kolla við Wilder og eitthvað. Svo sá maður þarna Wilder til Sora bara, maður bara, já, ég held að Kolli geti alveg tekið Wilder, sko. Já, ég er saman með því, sko. Ég held að sé alveg rétt í hérna stóra fætt. Já. En mögulega var bara næst, þú veist, gefið 20-0 inn á móti einhverjum gæðin sem Wilders. Já, en þú veist, það held ég mun sé yfir svolítið málið, sko. Það líka því þú ert orðin 20-0 og fólk sér bara að þú ert tilbúinn fyrir Wilder. Það sem að líka svolítið að bíta Kolla í rassið er að þú veist, hún er flogið út til hérna í Camp að sparra. Eins og hérna, hann fór að sparra við hérna Agit. Sem er núverandi, er ekki Agit, hérna, Agit Kabel, er ekki Olympia, hann var bara svona daginn. Agit barðist við Damien Gnipa og hérna allana, þú veist, Kolli buffaði Agit á æfingu. En það er bara að það verið að koma honum upp sem bara the next big thing og hann er næstum championinn og eitthvað. Kolli buffaði eitthvað. Og þú veist, það er svona spyrst alveg út, skilur, á milli gymma, hvað Kolli er í rauninni góður. En núna er bara fólk er bara, þú veist, anstæðingarnar sem eru bara svona, já, ég er bara að mæta Kolla, ok, vesen, hérna, ég vil fá bara 1 milljón á lótu. Það er launin, ég vil fá 1 milljón á lótu. Og bara, engin promóter og engin ennir að borga anstæðingarnu 1 milljón á lótu þegar sem mæta Kolla. Þannig að, þetta var barndagi á WBC Interim World Heavy, sem að Agit, sem er titillinn sem Agit vann, en Agit var buffaður af Kolla fyrir þannig bara. Það gaf hann glóður og bara fokk á hann. Bara tók þessi 3 spörf við hann og svo var ég bara, heyrðu, þú er góður, þú þarft ekki að sparra meira. En það var bara eitthvað svona, þú veist, sem ekki brjóta niður bara sjálfstyrstans Agit, skilur. Þannig að það er með spurning, sko, en hvað við gerum við Kolla, en það er líka þessi Bettina Palle, sem er dansku manager, sem sér Danish Fight Night. Hún er ekki að managera neitt akkur núna, hún er ekki með neitt fighter, en hún er alltaf vel tengd. Þannig að það er alveg spurning, sko, hvort að Bettina taki við Kolla. Ekki það, þú veist, hérna, Kolla er náttúrulega með manager sem er Marcus Lemmy. Þannig að, þú veist, en það er spurning, að ég veit að, ég heyrði svo út undan mér að þessi dama sem er mjög fræg og svona, hún er svona the boxing promoter í Danmörku. Hún er mjög spennt fyrir Kolla. Og svona, spurði hvort að hún svona láti eitthvað gerast, sko. Ef að þau fæði eitthvað samstarf. Það var eitthvað mjög kúl. Það er hvað að segja, ég sá mann í rættinni, eldri mann, bara sippa gett vel. Bara ógeðslega flott sipptækni. Ég var er þú boxari eitthvað? Já, hjá hverjum öðru. Guðmundi Arasyni, sem bara, veist, gæinn that literally wrote the book on it, bara svo neðarleika. Þannig, hérna, og þá var þessi gæi, sko, hérna Sigurjón, hann þjálfaði Gunnar Guðjóns og einhverja gæja, hérna, way back in the day. Mjög skemmtileg gæi, töluðum hellingum neðarleika, sjátt á hann gæja. Já. Það brautrandi íslenskum hjá þetta.
Íslandsmeistari í þungavakt 1944 og barðist í 45 ár fyrir lögleiðingu íþróttarinnar. Hann var þjálfari hjá Ármanni, stofnaði boxklúbb Guðmundar Arasona, BGA, og stundaði sjálfur nefaleika frá 14-15 ára aldri til 85 ára aldris. Já, ég held að það sé svolítið svona álitinn svolítið svona the godfather af Íslandi nefaleiknum. Já. Guðmundur. Hljómar svolítið þannig. En, já, áhugavert. Hvað byrjar þetta sem þú? Það heitir Sigurjón. Ég aldrei séð hann áður sko. Bara, þú veist, bara, ég veit ekki hvernig gamall, kannski, þú veist, 60 eða eitthvað. Þú veist, var í fucking góða formi og var bara sittandi eins og bara professional boxer. Ég var bara marða að tala hann eitthvað. Þegar einhvern er svona grunnsamlega góðu sittbari, þá var bara... Ok. Já, gaman að þessu. Ég sko, þú ætlar til Danmörkur, ekki? Jú. Og þú ætlar að fylgja þessum tveimur stofum. Já. Þetta er legendary kvöld, sko. Já. Bæði Eminn og Kolbeinn saman. MMA frétti verða að vera með eitt fulltrúa þarna, sko. Já. Það er mest. Ég myndi fara ef ég var ekki að fara að keppa á Ísland. Já. Þú með your priorities. Já, my priorities. Já, ég þarf alveg að gera það. Fyrst að ég notaði þetta sem gulrót til þess að rífa mig í gangum jólinn. Til að rífa mig upp úr dimmum dalum jólinn og þá notaði ég þetta. Svo náttúrulega stór MMA fréttaferð framöndan mjögur. Já. Azerbaijan, Georgia, Doncaster. Já. Þetta verður löng ferð. Þetta verður sérstaklega löng ferð fyrir okkur af því að sko UFC er undan. Já. Ef UFC er á eftir Doncaster, þá er þetta styttri ferð og við förum svo seint út til Doncaster en við þurfum að vera mætti snemma til Azerbaijan. Já. Þannig að þetta þurfa að vera alveg. Þurfum að vera komin til Azerbaijan allan á miðvikudeginum. Já. Og vera yfir helgina, fara svo til eitthvað land fyrir mjög til Georgíu eða eitthvað. Send Biggie Georgia 2-3 days and forget. Svo fyrir við bara úr Georgíu til Doncaster. Já, mér er svo geggjað sko, við verðum báðir bara, fight camp fyrir fullum gangi fyrir 15 út fight night á þeim tíma. Geggjað að fara bara nokkur daga til Georgíu, fara bara ykkur. Gemmi Georgi að láta fokka okkur upp. Já, þú mátt láta fokka þér upp. Ég ætla að fokka þér upp. Já. Ég ætla að sýna þér. Við verðum örgulega að læra eitthvað þannig í Georgíu með þér. Já, engar ágjörði. Það verður gaman. Þannig að það er í rauninni júni-júlí ferðin. Já. Svo er ágúst. Þá er Belgrad. Já, 1. ágúst. Það er bara versli. Já. Verslunarhelgina. Þá er bara UFC Belgrad. Við þurfum að komast þangað líka. Það verður hefði. Já. Svo er ég rauninni fyrir glímukamp í ágúst. Já. Bara, kannski ég tæki bara beint eftir. Já. Það farið á svona annað glóptúr sko. Já. Já, næs. Hvað það sé ekki bara frekar snemma. Já. Þannig Svo þurfum við örgulega að fara til Parísar í september. Það er ekki búið að kynna kartið sko. Nei. En það er búið að vera kart í september í París núna í nokkur ári röð. Já. Gerir ráð fyrir að vera aftur. Mér finnst París, þetta er svo ömurlegur staður. Ekki tala illa heimalandið mitt. Hilmir snýr heim. Jú, það er ágústkartið var í Belgrad, það er 1. ágúst. Já. Svo er bara Globetrotters 3, þannig að ég fer þetta bara til Belgrad. Já. Ég fer þetta bara til Þýskaland eftir Belgrad. Gaman að þessu. Af hverju er svo mikið að gera? Það er bara geggjað, en það var ekki veist það. Ef við erum að lifa drauminn, þú ert að kvarta á. Það er rétt. Mikið rétt. Við erum vissulega að lifa drauminn og það er sponsorinn okkar. Það er Yngling og Reykjavík MMA, Níko styrktarþjálfurinn og verðnokk íslensku þjóðarinnar. Sem við erum mjög duglegir að styðja við baki okkur og hjálpa okkur að láta drauminn rætast. Já, gera drauminn okkur veruleika. Já. Og svo bara shout-out á vinnuvinnunni. Yfirmanni minn sem sér að setja saman vaktirnar. Hún er bara, þú bara sendi mér í hverju mánuði bara hvert þú ert að fara og hvað þarf mikið í frískilur. Og ég býti vaktir í kringum það. Og ég ætla bara, elsku Birna, ég er að fara til Doncaster í 2 vikur, getur þú púslað þessi kringum þetta eitthvað. Og hún er alltaf segir hún já. Já. Shout-out á elsku Birnu mína. Já, shout-out á allir kúnnarnar mína sem sýna þessu ógeðslega mikinn skilning að ég þurfa að fara. Já. Það er bara shout-out á alla. Gaman að þessu. Herðu, erum við að gera upp sér? Já. Við erum komin í hálftíma þá. Já, þetta er slensk ég er að mæta í vinna, ég er klukkutíma. Let's go. Þú ert að klukkutíma. Herðu, Sean Strickland segir það í Kamsat Kimaev.
mér fannst þetta ekkert svo mikil spurning, sko, ég dæmdi þetta til Strickland, en menn eru, þú veist, Almas Rúgir var brjálæðir. Þannig í hotninu hans. Já, þú veist, Rússarnir voru brjálæðir. Auðvitað, ef það er split decision, gæði sem tapar alltaf brjálæðir, það er það þannig. Já, einhverju aðdæmdu voru brjálæðir líka. Það? Já. Einhverju hlutlausir heima? Nei, einhverju svona youtuberar, sko, það þarf alltaf að taka stemningur. Það er bara gauðir sem töfum pening, og það var sko einhverjir 2 menn í Úsbekistan sem drápu sig. Af því að þeir hefðu bara selt allt rastlið sitt, bara selt their wife's jewelry og giftingarringina og bara selt alltaf sínar eigur, selt bara allt á Hamsat. Með 1,10 stuður. Með 1,10, allar er bara að hafa 10%. Þannig að ég sel húsið mitt og á 1,10, bara 1,1 hús þegar ég bara fæði tilbaka. Og þú veist, við erum að hlæja þessu, en þú veist, bara alveg menn voru 2 menn drápu sig út af þessu, sko. Sem er svo rosalegt. Það er rosalegt. Og pældi, sko, seldu húsið sitt, allt saman, seldu, sko, skartgripi konunnar, tapaði þessu, drepa sig svo, og sko, á samtíma er maður líka bara greiði konur. Skuldirnar og bara... Já, maðurinn farin, bara í alvörunni. En svo, sko, þetta er svo eigingjarnt líka, sko, að því að á þessum tímundi, þá verður það bara svona snúa við, horfa á konuna þína og bara, ég skuldaði ógeðslega mikið pening. Ég bara get ekki gert neitt annað í lífinu en að bara reyna að bæta þér upp allt sem ég er búinn að taka af þér, skilur. Bara, hún á, þú veist, ég ætla að segja hún ákveða að gifta þér en hún er ekki ákveða það. Ég veit ekki alveg hvernig stemningin er að núti, sko. Herri, talandi það. Já, herri, það eru allegations. Já, að Hamsat hafi bara þvingað einhverja 17 ára stelpu í hjónaband, í Jetsinni. Já. Ég var ekki alveg búinn að skoða það mikið, ég sá bara að það voru einhverja ásökur, ég var búinn að skoða það. Já, sko, reports circulated online attributed to journalist Karim Zidan and claims from a descended group alleged that Khamzat Chimaev was involved in a second marriage in Chechnya involving a 17-year-old girl. The claim suggests that the marriage may have taken place in secrecy and further alleged the girl was brought into the situation against her will. These are serious allegations that have sparked major discussion and backlash across social media. Sko, já. Í rauninni bara að hann hafi, bara neitt 17 ára stelpu til að gifta sig sem seinni konu. En það er, þetta er alleged. Þannig að það er ekki, það er ekki búið að sanna það, skilur. Það er ekki búið að uppfram einhverjum giftingarpapírum eða búið að staðfesta þetta með einhverjum hætti, skilur. Þetta er alleged. Það er bara svona Chechnya rúla með þér. En sko, það er málið. Mér finnst Khamzat hafa verið ömurlegur champion. Það er mikill weight bully. Hann náði ekki vikt fyrir þennan bardaga. Það var mikill skandall í kringum viktina. Líka bara að UFC svindla með honum. Þú veist, hvað segir það einhverjum bara integrity of the sport? Þú veist að það sé bara 185, bara skeilin bara downlandaði fram og tilbaka. Inga við var að setja bara 185! Það leiði hann stóð upp á hann bara 185! Já, nefnilega sko. Þannig að þú veist, hann er að berjast einu svona ári, mjög inactive champion. Hann er endalaust að missa vikt. Hann er að weight bully að gauðra, bara að hann ballast við Gilbert Burns í welterweight sko. Bara over weight bully. Og svo ertu með eitthvað svona antics, svona, þú veist, tengdur einhverjum innræðisverðum í Chechnya og bara það er svo margt shady í kringum hann gæði. Þetta er, mér finnst þetta ekki góður champion. Ég er alveg til í að kveðja Khamzat sem champion. Já, Hamzat will be back sko. Sko, núna veist, hann vil bara fá þetta rematch sko, en... Við sjáum Strickland? Já. Nei, hann baði að fá færa sig upp í light heavy. Hann fór beint í Dana White og baði að fá. Já, Dana White sagði það sko, en svo kom eitthvað eftir á að hann segist vilja fá rematch við sjáum Strickland. Þannig að sem ég skil mjög vel, þú veist, tapar á split decision, en kannski á hann bara, þú veist, ef hann missi vikt aftur, þá ætti hann kannski bara að færa sig upp. Það er ótrúlega þessi gæði að byrja í welterweight sko.
En já, hann sagði við Dana White bara að hann vildi fara í light heavy. En svo sá ég eitthvað eftir það að hann væri að biðja rematch, sko. Okay. Þannig að hann eitthvað skipt skoðun. Eða einhver haft það eftir honum, ég veit ekki alveg hvort það sé. Þannig rétt. Já. Man nú skilja það samt að hann myndi vilja fá rematch, sko. Ég held að hann sé alveg svektur. Já. Ég held að þetta misjafnaða weight cut hafi haft rosa mikil áhrif á hann. Af því að þetta ekki Hamzat sem við þekktum, hann var búlandi gard í annar lótu því hann var svo þreytur. Já. Þess að reynir þarna takedown sem að, þú veist, Sean Strickland næra að spróla og út úr og hann fer bara niður á baki og maður er bara eitthvað, hver er þetta? Þetta er ekki Hamzat sem við þekkjum. Hamzat var undir Sean Strickland í gólfinu. Já, ég veit það, maður var bara eitthvað, þú veist, einmitt, ef einhver hefði sendt með skjáskot af þessu, það hefði verið bara, heyrðu, þetta er AI. Já, ég setti smá pening á Sean Strickland. Já, nice. Það var mjög fyndið. Já, ok. Bara 5 kom eitthvað í stuð. Ég elska Sean Strickland. Hann er alltaf underdog. Já. Performar alltaf. Sean Strickland er besti underdog í heim. Einmitt, þú veist, tók beltið af Izzy. Já. Bara, þú veist, og stöðvar. Það er fyndið að það virðist vera eitthvað svona curse á middleweights að þeir komast ekki í 10 fæta win streak. Öll win streak á að stoppa eftir 9. Þú veist, Izzy og Hamzat og hvort það var ekki, ég man ekki nákvæmlega hverju voru fleiri, en það er alveg, þú veist, heill listi af, þú veist, að bara öll win streak í middleweights hafa stoppað á 9. Ábúin. Já. En já, þú veist, hann er komið alveg fucking geggjað ferilskrá yfir sigra, þú veist, bara þú veist, vann Fluffy Hernandez, vann Paulo Costa, vann Adesanya, vann Nasruddin Imavov. Þú veist, hann er bara búinn að vinna alla þessa fucking gaura með þér. Og líka sko, við talum hann er núna á lista yfir menn, sem að, sko, það er ekki margir menn sem hafa skilur mistveltir og náðu að vinna þetta tilbaka. Og við erum bara svo mikill underdog báðum þessum titlebaráttum. Það var að vera bara huge, núna 5-1 underdog. Já. Og var ekki eitthvað svipað á móti Izzy, sko. Við erum talað sko, Sean Strickland er alltaf komin í flokk með sko Amanda Nunes, Randy Couture, George St. Pierre og Cain Velasquez. Já, sem hafa mist titilinn og unnið hann aftur. Og unnið hann bara. Þannig að, þú veist, Sean Strickland, fyrir mér, hann er Hall of Famer í dag, það ekki? Hann verður Hall of Famer. Jó, það lítur að. Það er sko, já. Þú veist, það var svona gauðir sem átti engan sens í neinu, sko. Bara abused af pappa sínum, átti bara að vera eitthvað piece of shit guy og bara, veistu þið, þetta bara að vera fæður. I'm gonna do the man dance! Og bara, herri, þú ert núna bara í flokki með Randy Couture, George St. Pierre og Sean Strickland. Það var einhver UFC Hall of Famer. Það er bara svona, þetta er galið dæmi, sko. Ég, fylgda. En hvernig fannst þið bara það? Skemmtilegur, sko. Þú veist, skorar þú þetta 3 lótur fyrir Strickland og 2 Hamzat? 100%. Já, ég var það líka, sko. Mér fannst, sko, 1-8 Hamzat, 2 Strickland, ekki 2-3. 2-3 Strickland, 4 Hamzat, 5 Strickland. Mér fannst það alveg augljóst, sko. Að þetta væri þannig. Ég hafði samt alveg áhyggjur að ég mögulega myndir kannski skora síðust lótuna fyrir Hamzat út af því allir þessi ekki eins og einn dómari sá þetta. Það náði að einu takedown í lokin. Og maður var svona típis eitthvað, þú veist, að þeir séu bara eitthvað, þú veist, ekki mikill munur og takedown. Gæði sem það var takedowni. En þú veist, það var svona vel yfir á streikantinu, sko. En mér er samt flott líka hjá Hamzat að hann tók þessa 4. lótu bara á stræking. Það var flott hjá hann. Einmitt. Hann er góður strækjar. En það sem maður fannst líka, sko, er að fyrst sko 5. lótuna, að við minni sko að Arman Strúkjan sagði sko finish with wrestling. En Hamzat í rauninu byrjar þegar beint í glímu í 5. lótunni og gera ekkert rosalega mikið og mér fannst það svona taka þess úr honum svona gera pínu þreyttan. En ég hugsa svona að þegar ég var að horfa á þetta og ég var svona það hefði verið betra fyrir þig að stræka frekar í 2-3 mínútur eins og þú gerðir í 4. lótunni, byrja svo að glíma hann það eru 2 mínútur eftir. Þá held ég að Hamzat hefði verið unnið hann bara. Henda vona og svona. Já,
En að byrja í ykkur glímu, gera svona eiginlega ekki neitt og enda svo barðan í ykkur, enda svo bara restan lótunni í ykkur barða, í ykkur strengibarða við Strickland og svona, þetta var ekki alveg leiðin. Nei, mér finnst líka bad look að þeir benda á miðin og svo skýtur hann strax í take-down. Mér finnst það bad look, sko. Það er fáránlegt. Það er líka, af hverju eru menn að benda í miðina og vilja svo ekki miðina? Já, þetta er bara trikk, fattar þið? Já, þetta er það trikk. Mér finnst það bad look, þetta var bara svona, fattar þið, þú þykist þau tilbúin að fucking, þú veist, bara leggja allt undir, en svo ertu bara að reyna að ná hann með gól. Já, svo ertu bara að reyna eitthvað comes shot. Já, ekki nógu gott. En, hvað, ég ætla að koma með eitthvað punkt, varðandi striking eftir Strickland. Tókst eftir að hann var eiginlega bara að taka þetta á jabbinu. Já, og engin body sko, líka. Hann var bara að headhunta og, Já, en það, Strickland lenti náttúrulega í einhverju, mótorhjólasleysi og verið að fokka upp öxlinni sinni. Og hann bara virðist ekki geta poppað hægri hendina eins og hann gerði áður, hann getur ekki extenda hægri 100%. Þannig að hann Þetta gerðist sko bara, þetta gerðist eitthvað fljótlega fyrir fætin sko. Svo var hann bara að taka síðasta sparrið á þriðjudeginum beint fyrir fæt. Og það var einhver sem skaut í takedown og þeir fara bara beint upp einhverjum vegg. Og hann var að tala einhverja lélega dýnurnar upp í vegginn í gyminu. Þegar hann var bara klestur yfir vegginn og mitti sig svo í öxlinn sem hann hefði mitt sig þannig í þessu slysi sko. Og hann var að tala um það, hann fór að sofa þarna þriðjudagsnóttina, hann gæti ekki leigja þessar hlið og hann var að hugsa bara, djöfull ég fokkin heimskur. Og þannig að þú veist, getur ímyndar á leiðinni í svona stóran fæt á móti Hamzat og það bara nokkur dagar í þetta og þeir eru svo illt, þá getur ekki leigja á leiðinni. Þú veist. Já, held ég. Hversu margir myndir bara, fucking ég myndi bara. Já, það er bara grimmt sko. En ég held einhvern veginn að hann hafi bara ætla bara að mæta inn og bara gera sitt besta. Bara hversu mikið getur unnið bara það bara, I don't know, þú veist. Þú veist alveg, hann náttúrulega veit hvað hann er að fara út í sko. Þannig maður svona, já, þetta er bara meistarlega gert hjá svona Strickland. En ég held samt að ef allt það gengir rétt upp í Hamzat og hann ekki lent í þessu svaka erfiða weight cuti, þá held ég að þetta hefði verið öðruvísi sko. Þú veist, þá hefði hann tekið kannski aðra lótu líka eins og hann tók fyrstu lótu. Fyrsta lóta var dominant Hamzat, þú veist, hann var bara ofan á honum, tók hann niður og var ofan á honum. Og þú veist, það var það besta sem við sáum frá Hamzat í þessum bardaga. Í annar lótu reynir hann takedown og það er stöffað bara strax og þá er maður bara, heyrðu, þetta er allt annað fæt en maður held það yrði, sko. En hann var náttúrulega, sko, hann var að undirbúa sig fyrir Jiri. Planið var að bölka upp og taka light heavy bardaga. Svo meiðist Jiri og þá var þessi bardagi aftursettur á borðið, þú veist, að hann verði í middleweight. Og þú veist, það er náttúrulega stökk að það 185 í 205, þannig að, þú veist, allt í þannig bara cut alla þessa vikt sem hann var bara hann var búinn að stefna miklu hærri vikt, sko. En þú veist, þegar Jiri er náttúrulega nýbúinn að berast til Ulberg, skilur við. Þú veist, hvenær er þetta í rauninni? Þegar þú veist, mér er bara eins og Jiri hafi verið að mæta hans Ulberg bara heillengi. Og Hamzat hafi verið í myndinu þar, skilur við, per se. En ég bara skil ekki eins og með þetta weight cut. Hvernig mæturðu, þú veist, 20 kílóum yfir þyngd inn í fight week? Þú veist, ef þú ert alltaf að æfa svona mikið og eitthvað, skilur við. Hvernig ertu bara 20 kílóum yfir? Þú veist, það bara... Mér finnst bara eins og að Hamzat getur svona bara pínu svona sjálfur sér kennt að vera bara, þú veist, í fight week. Hvernig getur þú verið 20 kílóum yfir? Þú veist, það er bara, þú verður að skoða sjálfa þess. Og fara í eitthvað, þú veist, 20 kíló af vöðvakött eitthvað og vera eitthvað bara að drepa þig. Þetta er alveg skjátt það. En mér finnst það bara, það er svo er það óslega mikið eitthvað að sýna hvað Hamzat æfir mikið, hvað hann æfir stíft og hver einasta æfing, eftir hver einasta æfingu þá er hann bara ælandi og eitthvað. Þannig að hann hefur mætt inn á bardaga hjá Stjórn Strickland bara í mikilli off-þjálfun og, þú veist, í 20 kíló af vöðvakötti, sko. Sem er bara galið, sko. Ég er ekkert í saman að tala þér. En líka á móti Stjórn Strickland, sko, sem var með ónýta öxl
og með ógeðslega fyndinn barndastíl. Bara stendur þarna, alveg flatur. Þú veist, það ekkert bounce í skrifanum hans. Hann bara flatur. Með eitthvað Philly Shell og bara buffugör. Þetta svo galið, sko. En ef að ræða manninn sem var svona gagnrýndur fyrir að vinna titilinn með auðveldum hætti en varði titilinn Geggjum fætt. Já. Það geðveikur fætt. Þú varst mikið á Tatsuro Taira vagninum á móti Joshua Van. Ég var aðeins, ég veit ekki. Já, ég held við það mikið fyrir hann, sko. Já. En þú veist, ég held klálega með Joshua Van, sko, hann minn maður 100%, sko. En ég held að Tatsuro Taira yrði bara of intense, of mikið wrestling pressure og þú veist, bara ég held að Joshua Van myndi eyða alltaf miklu tíma á bakinu í þessum báta, en þetta var svona kaflaskipt, þú veist, það fór fram og tilbaka og þú veist, Tatsuro Taira klálega sýndi góða takta með glíminu sinni, Joshua Van, þú veist, hann leiðir svo til að halda standandi og djöfull leit hann vel út þegar hann komst að staði í stræknum sínu. Ótrúlega flottur, sko. Það var svona leiðum að byrja að snerta Taira. Wostop, Ronda Rousey og Gina Carano. Þetta alveg Francis Ngannou. Já, leiðum að fara að snerta Taira, þá breyttist þetta svo mikið, sko. Það hann einhvern veginn svona... Ég veit að finna að horfa á eitthvað svona content. Já, bara þú veist, fyrsta lótin klíkulóta, Taira tekur það. Svo í annar lótin, þá verður það erfitt. Og var að byrja svona snert að byrja hans að kýla. Þá verður hitt svona sjarpi hjá Taira, glímuðu tilbúrið og svona. Það verður bara allt miklu erfiðar að það búið að snerta það nokkuð sinni. Það var alltaf í þriðlótu. Eitt í þessi jacked, sko. Ekki í þriðlóti það sem gerir líkur hann svo bara viku fyrir svo hann gefur Taira viku fyrir fætt og hann bara blönd í einhverju viðtalasilru og heldur það stæði og við bara fletja honum nefnir það var þungt nýtt. Hann gerði Ronda Rousey. Ég held að það hefði líka svona haft mikið lágrið. Hún var eitthvað eins og hálfði í einhverju viðtali og veist það með vatni sem það var að drekka vatn það var alltaf tappin á honum og getur sletið út eitthvað reykt í Júnmunni í bí og svo ræðum að byrja svona. Lögum gaman að þessa. En þessi að, já, þannig að ég sko... Það hefur eftir verið eitthvað... Ef Nate Diaz myndi koma og bjóða Regi Jónu. Þau eigi að hafa eftir einhver áhuga, sko. Ég hætti því maður. Ég fannst það bara einhvern veginn, þú veist. Þegar hann byrjaði að snerta Taira, byrjaði að hitta þessum bolti sjón, byrjaði að kýla hann, þá leið manni svona eins og... Það væri bara svona þróast í þessa átt. Svona ákveðin karakter sem hann myndi alveg bleysa. Ég veit ekki svo hann er bara að vinna þegar en hvað það sem myndi að stoppa skáða þessu fannst það ekki? Jú, út af því að þetta er tæl við aðeins yfir bara liðina helg þetta var skilið þetta væri bara einhver fætt í einhvern sinni eitthvað en þetta er tælfætt þetta er verið komin svo djúpt inn í bardaðan fattur þetta er 15 lúti það verið að spáði í komni alveg bara ógst djúpt inn í bardaðan mér fannst það áðurum fyrir mannlúti það er ekki minna þátturum í stjórn hann hefði það er að sjálfsögðu Reykjavík MMA ef við náttúrulega byrja að æfa bardaðinúti þá er Reykjavík MMA einnig svarið líka námskeið hverju mánuði allar upplýsingar inn á fkmma.is og skrifið til að æfa og við hámarkaði svo áhenglun og velja í Shirajit, náttúrulega, Serabútar og Sveppalundur bara mánaðarins ísku sjáur en stundin á mann að lifa svona það var svona steinefnin sem þú þarft og það má alveg færa rauk fyrir því að staðan hefur verið jöfnum komið inn í fullúðu færa Shirajit það er 85 steinefni það var sko, plot twist golden það er einn dómur sem er alltaf betur söfn minni hérna okkur sterkar Ólafsfjarðar og betur veljan og Saldi Amato 39-36 fyrir Joshua Van þeir dæma 10-8 lótu í þriðjulótu þeir voru bara tveir Taira tapar einni lótu 10-8 þannig að í rauninu sko er möguleikin á að Taira sé eitthvað fara að vinna hana bardaga er ekki til staðir rauninu þannig að sjálfsögðu að mæla með bardaþryggi hjá Níko en bursið frá því ef að segjum svo að Taira hefði unni þessa lótu skilur hann var aldrei að vinna bardaga bæta við liftingu án þess að þurfa að fórna öðrum æfum
bara vera sterkari, mestalagi minka neðslulík. Það mestalagi jafnir. Já, þetta svona okkar bakgrunn. Þannig þú veist, hvernig ganga æfingar? Það hefur rauninni verið sko, Kólon hefur þá verið með... júlí. Já. Fætt kamp í gangi það? Það byrjaði. Þú veist, hann tók fyrst hann tók mögulega hvað var að fjóla loka sem var hversu... Það er ferðast og þurfti aðeins að slaka á. Hann er mögulega ekki mjög slakur í svona viku, einu hálfu. Mögulega. En ég... Þetta er verið flókinn stafsvæð. Já, það er komið til sko. Það er svona... En þú veist... Þetta er... Ég fannst það samt þörfinu sko, því að allir kommentétornir sögðu að þetta hefði verið gott á og ég svona, já, alltaf leið, en ég skilur ég er svona pirrandi þegar menni eru ekki sko hendurnar er ennþá uppi, ok, það vissulega verið að berja þetta mikið, hendurnar eru samt uppi og þetta er ekki farin í gólfið en á sama tíma þá ertu búin að snúa þér undan og búin að svona það taka þetta 10 km á Akranesi það er svona á að taka tillit til þess Já, en ég ábókaði hérna jöklaferð á Snæfellsjökul á sunnudaginn. Ég veit ekki. Og það reynt á það. Já, mér finnst það verið reynt á nýðs. Það er svona, sem ég fyrir, þú veist, 1,5 viku. Ég er svona, kannski það er í en það er mögulega, sko, ég er alveg, Joshua Vann, vildi bara fá, ég tæki þyrluna niður, sko. Nei, ég held ekki þetta Dósjó. Ég var ekki að prófa. Þú er til að geta Dósjó. Það var eitthvað spurður, treyst nýjum mínu aftur og svona spurður eitthvað, ertu með skilabóður upp Pentosa, hann bara, hey Pentosa, if you wanna run it back, hvað meinar þið, if hann vill runna það back, bara auðvitað, þetta getur ekki þannig greið, hann let svona, já, ég fór í hérna aftur, það er svolítið ljóma þannig, mjög alveg skrítið, ég er nýfæðan að Joshua og ég hlakka að sjá, hann bara það, já, ógeðslegt, það þá stefna að keppa á hérna í Íslandi mótinu. Það getur unnleika þessu tansur og tæk svakalega intense wrestling pressustík. Það mátt að gerast 30. maí. Það er ógeðslega mátt að gerast. Það er afstótt til Reykjavík það er bara Ísland sé svona aðeins þingri kannski. Þeir bóksurar að bóksa. Það er svona Ég var að tala um það. En ógeðslega sko hann svo Við erum að tala um Emil. Emil er það einhver annar íslenskur atvinnu bóksari. Joshua Vann, það er enginn annað hérna. En hver? Það er eitthvað svona tveir hann sem er titillinn og hann er champion það draga það ef hann er champ. Hann er champ. Gekkja báðir underdógarnir never before tóku tilbaka það hafa aldrei áður verið tveir íslenskir bóksarar að keppa við Joshua Vann. Það er bara það Ég skildi það á sama punkt Þetta er alveg hjúts. Talandi underdog, favorite, Alexander Volkov var favorite og Kolli, ok, Já, ok, það var Kolli alltaf tíma. Það var Kolli og hann var með þetta Valdur Costa decision sigur. Nú fæði það samanskjöld decision, einhvern veginn bara, já, þetta er bara einhvern veginn, hann sildi þessu bara. Nei, en kjörði það með Já, það var bara jab, on the outside, circle. Það var síðasti tildulega tíðindi lýsið til barndagi. Já, það er mikið til. Bara, já, hann gerði bara vel. Og það verður þetta 9. En mér varst eins og þessi boxstíl hjá Kosta. Bara, sem Volkov hefur bara séð 20.000 máður í 100.000 máður. Bara kannið í Belgrad. Ég fannst það svo að ég var stopp í það eftir að Valdur Kosta aðeins skrúið Nei, þú blandaði saman við og bara einhvern veginn Já, Ég fannst þess að Belgrad með sín úsla vel Hjálpæri fór vel frá sér en svo góð strækir og fara einhverja í lók á þessu að þá getur við tekið þægilega heim Ég skilur Ég fannst ég alltaf í það eftir að þú veist, hvort þessu kost að stíga almennilega á bensingjum Þú veist, eftir maður sagði það aftur en Emil Höfri, sem snöggum að berjast Já, ég skilur Ég var að tala um bara það 30. maí, hann er að fara að mæta gaur Þetta er fjóruldu bara Þetta er sko journeyman Það er ekki margt sem að hann er 1 sigur og hvað 40 þá var hann bara 1 sigur og 5 börnum 23 ára strákur frá ungur það var ekkert að fara að róta en hann sigraði samt hann er með 1 sigur, 10 kg sigur hann móti samt bara ég horfði á hann bara með konunum minni
Ekki svagstíkur. Og hérna, þetta bara, ef við varum bóksspekingu, þetta bara þess punkt sko að hvort þess að kosta sko, það svona fyrst leiðir svo mikið með höndunum sér. Hreyfingar þannig byrja ekki í fótunum og stígur bóksa, skilju. Hann svona bóksar áfram og lappar svo. Og ég held að það sé alveg svona einstaklega slæmur bókstíl á móti manni eins og oss sem mjög sterkur svona fundamental, lengri en þú, stígur mikið, að með að hvort sem kosta einhvern veginn á staðnum, sveiflar og þarf svo að lappa á eftir höggunum sín. Hann gerir þetta mjög mikið, þetta er mikill ósýður hjá þetta er bara einstaklega slæmt á móti manni. Ég held að það ekki hún strauir þetta úr leiknum sínum, þetta sérstaklega í rassin hann. Ég var flert þessi skólkast, ég sé reynda sko einn dómari gefur gott sem kannski fyrstlega og einn dómari gefur Þeir sem sjá útsendinguna, það væri hægt að horfa á þetta þar. Já, kannski ekki að gefa hann ég held að þeir séu nokkað að vinna í að koma þessu Trelli gefur hann fyrst. Já, klálega þetta maður. Já, það svona útsendinguna er ekki dýr. Gott síðan það. En mér fannst hann bara fyrst við að tapsa allan tíman og kannski þriða lótan. En við leifum hérna Gunnari og þeim við færum sko í partan sem var á undan það var Sean Brady Domination sko á blaði þá þetta spennandi bara en þú veist ég hugsa með þér Sean Brady ég rætti hans með Emil en ég hef ekki séð 10. apríl í gamla bíó mikið domination og ekki nógu vel Sean Brady vinnur og þetta er bara öllum skórkast vinnur hann lótið 2 og 3 10 ekki svona já, og bara ég sá ekki til sól það var ekki tveir dómarar sem gáði honum svona á prófært jú, það er 2 dómarar sem gáði honum 10 og David Trelli sem eitthvað nýdómari sem ég alltaf eitthvað gaf þetta 10-9 það er sami gæðin að gefa vald og kosta fyrst já, hann aðeins ruglulegur sko hann gefur allt hann hefur bara skellt sér í spánum hann hefur verið bara eitthvað smegur ég er sammála sem 30-25 sko mér leiði þannig ég hugsa sko mér leiði þannig ég hef ekki séð það var hann og konan jafn mikið domination þú veist nema í ykkur svona og hann sagði að það verður tíkalabarta það sem að einhverju á bara eitthvað það verður bara móið kannu og bara 10 mínútur fyrir bara fætt í rúst þetta var bara algjör stjórn ég er bara líka svona alveg ekki til orða það er líka þegar sko meðfæra í grunni, ég var alltaf bekkjum alltaf Sean Brady bara svona 3 stuður ég er í underdog, Sean Brady og ég er bara ég var bara spá Sean Brady sigri og verða feit og allir var lífnum á orðinu bara 3 stuður Sean Brady og ég bara mér finnst ástin ekki alltaf að gera Emil Ferguson sérstaklega feit svo bara, hörru til það var vitlaus að hendi ekki bara fullt af pening á þann þegar maður sá 3 stuður ég var líka bara fuck ef að parlayið mitt springur á þessu Sean Brady er bara dróður það en Sean Brady sagði svo bara ekki trúa social media og eitthvað Instagram það er þessi vídeo eitthvað það er allir svona eitt vinn sem veit bara hvernig fjörun og skíma Sean Brady hann er svo geggjaður sérstaklega þegar mæti mönnum sem er ekki með líkum aðgerði og er svona stærri en hann sjálf ég kláraði ekki geggjaður en vídeóið eitt sem ég sá ekki koma svona vinir Submission Relay ég er þessi vinnur ég líka ég sá það ekki fyrr það er ekki cases King Green myndi Jeremy Steele hann var sko King Green alveg með einhver submission svo ég þarf ekki að vita hvað ég gangi það var svona ég var að láta svona plata sér sko ég fæði sko til hingæði hans meira gauðra svona einhver top dogs hann og maður svona, já, það er King Green hann er svo ceremonial, sko hann vil alltaf hann á hans að sína fyrst svo mætir hann gauð sem er jafn gamalt og hann sjálfur og jafn ekki mælt og hann sjálfur þá er hann bara rúst á rústur hann spöður morgunþátturinn 15 á föstudegi já ég var að hlusta í chatið podcast fyrir á menn og svo það gerir Gríman og Bobby Green það er bara hvað er að tala og nú í gangi það verður okkur svona vesennilega svona morgunþættir þangað til einhvern veginn fólk fyrir að kveikja átrúin og svona
Það var gaman sko. En já, hann leggur manni, ég sé svona fólk sem hætti vinnuna, kveikja 15 og þegar með stífum svo mikið vinnustæðir, þurfa bara að byrja bara að setja þetta bara í gang hérna Haugunars. Já, við þurfum líka bara að vera með eitthvað svona slag og feila Lost in the morning. Ég sá fyrir og fattar fólk svona, heyrðu, hluta Lost in the morning. Ég sá það fyrir mig að stífa sér nokkaðar út sko. Þess að hann gerði bara, tekir hún tjinn sko. En þetta verður þá 20. bardaginn á skóla. Ef að sögurnar eru réttar, þannig séu einhverju Kolbjörn Kristinsson sem að berjast líka á Íslandi. Ég gefa nokkuð shoutout. Eitt shoutout á Jim Miller sem getur tjókaði Jared Gordon. Skemmtilegt. Það er hjúts. Ég elska Jim Miller maður. Hvað er maður að þróna í gaf? Hann er nákvæmlega 10 árum. Og veistu hvað? Það var 4. júní. Hann fekk 5 bardaga samna sem hann rótaði eftir Vólarstjórnu og Dan. Við erum að tala sko 42 ára gamli Jim Miller er komið 9-5 bardaga sígur. Og verður rauðvitað brá UFC 4. Þeir eru að ferða flugi. Alveg klikkað. 78. sigur. Við munum eflust posta þessu. Já, það er að sjá hérna helgi í daginn. Svo erum við hann Jaroslav Ómasov. Ég horfði ekki að barna það. Hann vist bara störrauði. Ólega komin á fullt eitt sem ég held ekki var að Jól Alvarez er komin upp í völdu. Það er heavyweight sparring sem ég var bara ekki að fara með það. Já, ég var ekki að fara í því. En þeir allir. Menn er alveg að tala að Jaroslav, ég labbaði inn í bara championship. Menn er að tala það sko. Með klippina sem ég sá, þá var það bara manhandula. Jól Alvarez er fólk móli sko. Jól Alvarez er búin að vera með spennandi leikla Rúnar. Bara punktur sko, eitthvað vant til undanfari og maður bara maður held að hann væri blóðslóð inn í klefa eftir tind sko, eftir að allar leið bara að tillinum og nefnilega málið að Jól Alvarez geggjaður submission assisi og með geggjað finishing hlutall og var hann alltaf búinn að vera bara nokka menn út með einhverja flying knees og eitthvað í lightweight og með bara endalaust af submission wins á félagsgráni sko, þannig að maður átti einhvern veginn ekki vona hann þetta var bara þingsta og maður einhvern veginn hefur aldrei svo á þessum Bellator-gjörum maður er alltaf bara einhvern veginn svo já, það er okkur að rósta og það er í Bellator það er svo mikið í þessi gæði það er svo stór strákil sko ég er bara svo græður að ég sé það er hverja þetta kart þetta er mjög svo skemmtilega sjátt á gæðin sem ég er alltaf dissa samt Grant Dawson þegar bara leggist hann og gerir ekki neitt en þarna náðu söpbyrðu sem að Armin Rear Naked Choke sagðist að sé það á Instagram ég vil meina að það sé Gissson. Já, það var það greið Kim Fons. Það arm in Rear Naked Choke. Menn voru ekki að nota þetta mikið. Krummi tók mig í það daginn sko. Var rosaður af kóla því annar voru bara á skoða. Það er svarta sko, það er að greina þetta arm in Rear Naked Choke. Þegar þetta líka kalla hérna snerpa. Já, það kom á þessum 10 ára. Ég sé að sé eitthvað hægur núna. En þarna snerpa í manninu var svart. Þeir gera það vissi þetta mikið. Já, þetta er svolítið eins og gelatína aftur. En svona, það er bara orðið með svona pappir. Þegar ég var að lýsa svo þarna á ennskunni, en með þessa sneppu í sig, þegar Bogi gerði þannig er ekki bara eitthvað svona. Þá, þú veist, áður en einhver sagði mér hvað það var, þá sagði ég, þetta er eins og gelatína aftur. Það er einhvern veginn, þú veist, þegar þú reynir ekki að tjóka þér, að þá þú veist, þá er kannski verið að draga það svolítið aftur á bak. Þetta er ekki sko, þegar þetta er inn, þá er kannski verið meira þetta er ekki þessi big break money fight. Áfram. Sem að, já, ég myndi ekki segja þetta væri svona, það væri tísa svolítið. Það er meira alveg að fara á baki. Hann gæti sko, fleiktanum upp nokkuð sæti, ég myndi fara fyrst undir spór. Og það er náttúrulega styrkjana stöðunum, og tjóka getur verið einhver. En 5-6 sæti. Armtræningur bara aftanverði, þessi smá. Þetta er svona, það má lýsa við margt. En bara pínu Journeyman. Heitir bara arm in guillotine. Journeyman í góðu formi. Arm in Rear Naked Choke eða svona. Já, þetta er svona saman, en bara hendi niður bílunum. Að því að það finnst, þú þarft alltaf bara öll var á háls til að tjóka og að einhvern veginn njóðum stöðu, þú veist. Einhvern Dars í þeirra. Þá barðist þetta þetta er hann guillotine. Nei, það er bara öll á háls, það er bara góður. Og það heldur allir að Míka var bara strauja MVP Promotions vs. UFC lands
titil í Finnlandi. Sko, við fáum fyrsta MMA-kalli frá Jake Paul og félögum sem Most Valuable Promotions. Þetta verður á Netflix á laugardaginn. Skæði búinn að vinna með Ronda Rousey móti Gina Carano. Það alveg svona Gina Carano. Nei, og co-main event veiðin, sko. Við erum svona Mike Perry og Francis Ngannou móti Felipe Lins. En þetta samt gauðin sem að taka gæja. Þetta eins og Mika sem að þetta svakalt kall. Móta hann. Svo náttúrulega með annan UFC champion, Junior Santos og Robles Spain. Það líka hjúsvæð. Þannig að það margt í gangi á þessu karti. Og systir Alex, já það áður auðvitað fyrstu. Þetta systir hans Alex Pereira, Aline Pereira. Já, tók fyrst að tapja sig. Ok, þá var það komið á sig. Hann ekki ósýrður að það var einhver að segja að þetta kart væri betra en White House kart. Svona sér mér. Ég tekur undir það, það gæti verið að vera þróast þessu kurs og menn mæta í 50 dólar. Þetta er gott kart. Þú er svo ósýrður það er bara í næsta fætt. Þetta er ekki bara eitthvað djók. En sko, hann er kominn á stórpromotion og nú líklega kannski lendir við á fjárhæðin það. Hann Brian Lang. Besta. Hann er nýveit. En þetta er svona, þú veist, já, það var að tala með stór fætt sem að í kortunum fyrir góða. Gina Carano hefur ekki barist 17 árs. Já, en þú veist, Sá maður þarna vælst í sóra bara. Já, en Ngannou er ekki óstæð, sko. Já, ég er saman því, sko. Ég skil ekki okkur, hann er ekki bara main event. Af hverju 15. Ronda Rousey main event yfir Francis Ngannou. Ég eigast skil það ekki heldur, sko. Og hún er Það fer svolítið í töðan. Það líka, þú ert alveg hlutu nú. Fólk sér bara. Hún er mikið skýta. Þú veist, hún er mikið skýta yfir UFC fans. Náttúrulega hvernig UFC management kom frá hana. Þú veist, ég fíla það ekki. Það skýta yfir mig sem aðdáðan bara UFC út af einhver sem Hunter Campbell gerði. Hún er eitthvað voða pyrruð út í Hunter Campbell. En alveg elskar Dana White saman hún í Orlando Champion. Já, það virðist snöða, sko. Hún bara fór mjög fögrum orðum við Dana White, sko. Ekki bara við Dana. Já, það var hérna allana. Já, það var En þetta er áhugavert að snúa tilbaka 10 árum eftir að retærar. Mjög áhugavert. Það er bara, svo hann er droppað sem bara the next big thing og hann er næstu champion. Já, og ég bara fylgdist í eitthvað var í gangi þar, sko. Og þú veist, sko, en Ronda Rousey hefur svona svarið stærlega hún ekki bara milli tíma sem mætti fagkóli í rauninni. Hún fór samt en núna bara fólk bara að þau verður svona, þau eru bara svona, já, þetta er bara Ég skulum ekki kalla það aktiv að fara í eitthvað leikur, sko. Jú, þú veist, þú þarft að vera á hoppa, þú þarft að vera í góð formi, skilur þú ert svona íþjóðtáður, skilur þú þarft að gera hluti, Gina Carano hefur ekki verið að gera neitt. Nei, hún er ekki bara sem Já, þetta var bara hún fór að gera hún er bara búin að vera eitthvað retire, bara proper retire, sem er tvitað sem að Gita mann. Ég veit ekkert hvað hún hefur í sig, hún bara tala bara, já, mér líður vel, I feel healthy. Svo fór ég að bara, ég var átt að líkast með eitthvað svona embætti þrjúspörfi, svona að fara í ísbað, skilur þú, það er bara að deyja, bara eitthvað að vera alltaf bara í ísbað. Það var bara eitthvað svona, maður er bara, þú ert ekki sjálfsveitslega sækinn, þú ert ekki, það er spurning, meini þetta, eitthvað, hvað gerum við góða? Að líka, þessi Bettina Palle, sem er dansku mann, Ég líka bara, þú veist, ég veit ekki, ég veit ekkert hver hún er, þú veist, ég man ekkert þess að skilja. Hún er ekki manager að neitt. Nei, hún er úr Strikeforce fighter. Og hún er úr Strikeforce. Já, það kemur úr, bara síðast í Strikeforce. Mér finnst það er sko ósynluð í MMA. Alveg þá hún mætir Chris Cyborg. Hvað er þetta með mann? Og Chris Cyborg bara buffar á. Það er spurning. Og það ágæður hún bara að hægja út um mér. Þú veist, hún er bara eitthvað svona Já, Chris Cyborg til, ég er ógustlega góð í MMA og svona og ég get barist, svo mæti ég Chris Cyborg og hún bara buffaði mig. Já, það er bara, there are levels to this game og ég er ekki at the level, ég er bara hægt að hún svona láti Chris Cyborg Chris Cyborg er mest skeri kona sem ég bara veit líka. Chris Cyborg er sitt besta, var mest skeri kona bara í history. Já, það var alveg það var svo real lady. They don't make ladies like that anymore. Já, það var þú þarft að leita langt til að finna svona konu. Guðni Arason sem bara svona Amazonian wrote the book on it. Kona eitthvað. En mjög skemmtilegt. Hún er ekki bara sem svona ég veit ekki hvað ég var búast við þarna. En Ronda Rousey er samt skilu
Ólympísku júdófari, champion í UFC, geggjuð að shadowboxa. geggjuð að shadowboxa, fór í WTB, ég var allan aktív þannig að hún hefur alltaf verið svona íþróttálfur en það var mjög greinilegt í face-off þættunum þeirra að það er ekki að taka þessu alvarlega. En þú veist, það er taka barþjóðan alvarlega, það er kamp og svona, það er að fara að berja en eftir að bara hanga í ykkur guillotine-tjóki. Ég held að það sé svolítið svona... Það var mjög greinilegt af þeim báðum, skilur, og það var svona, já, ég er fyrst og fremst mamma í dag og eitthvað svona, þú veist. Þetta var mjög greinilegt að, þú veist, þær voru ekki að gefa líkum á sál í þennan bara það, þú veist. Þú veist, hvað er það? Það var mjög greinilegt það. Sigur, ég aldrei séð hann á það, sko. Ég er líka bara, þú veist, var Ronda Rousey ekki bara svona góð út af því að Women's MMA og komið stutt á það? Jú, ég held að líka með Ginu Carano. Hún mæti bara Chris Cyborg og bara, já, takk fyrir mig. That's my cue. Já, hvað með það? Ég hérna 100%. Sko, þú ætlar til dæmis að við shadowboxer og Ronda Rousey, þú ætlar að sækja þessum kveinstöðum. Þetta er alltaf, þetta er bæði Emin og bara Ég held að allar UFC... Ég myndi fara ef ég var ekki fyrir Kongo í dag. Þú með your priority. Hakka þessum teimum saman. Þó að væri bara 2-on-1, sko. Já, ég þarf alveg að gera það. Ég notaði þetta sem gulrót. Ég verður vel að bakka, sko. Ég verður vel að bakka til Rousey í þessu barðað, sko. Notaði ég þetta. Já, stór ennum að þetta er snjóður. Já, ég ætla bara... Georgi. Ég ætla bara að Ronda Rousey getur bara, herru, judo? Já. Hvað það gerir þessu judo? Það verður sérstaklega löng ferð fyrir okkur af því að... Ronda Rousey gleymir ekkert hvernig judo er. Þegar UFC er á eftir, Doncaster, þá var þetta styttir ferð þetta við... Ég ætla að kíkja inn á vöðbanka Íslands þjóðarinnar. Og... Þannig að þetta áttur að vera alveg. Þú verður að koma til Azerbaijan allan á miðvikudeginu. Já. Það er að sína og vera yfir helgina, fara svo til eitthvað land fyrir múlið fyrir Georgíu. Þetta getur við að e-mail. Sem byggir Georgíu. Ronda Rousey Svo fyrir við úr Georgíu til hérna. Það er svo geggjað, sko, og við verðum báðir bara, við fætkamp fyrir fullum gangi. Jú, það er bara sanngjarnt, sko. Ég held að það sé bara... Geggjað bara nokkur daga til Georgíu. Fara að byggja. Gemmi Georgíu og það fokkur upp. En ég held að það sé bara... Þú mátt að láta fokka þetta. Ég ætla að gefa á... Ég ætla að sína það. Við þurfum mjög að læra eitthvað. Mest frendi barðaðin í þessu er náttúrulega Nate Diaz sem Mike Perry og Francis Ngannou mútið Philippe Lins. Það verður gamlega, þannig að það er í rauninni júlíferðin. Philippe Lins er ekki að mikið tjens, sko. Það er 9 stuðul á Lins, sko. Þá er Belgrad. Philippe Lins er góð að þekka. Vesturnarsku í face-offinu, UFC Belgrad, það var mjög greinilega. Svo er ég Ngannou að horfa á mig og það er bara, ég er ástyrrið. Bara, kannski tækir bara beint eftir. Bara... Það var svona annar gróflóður. Philippe Lins er bara eitthvað svona, já, ég finn mig guði og það sé ekki bara snett tröstningat og bara hérna... Svo þurfum við að fara þess að í Sjöfkart. Það er ekki búin að kynna það. En þú veist, ég held að Philippe Lins yfirgaf UFC á fjárbarnaða sigurgangu og hún sigurði hérna Ian Cutelaba í loka barnaðanum sínum. Það er að tala illa heimalandið. Það er gæði sem kann að berjast, sko. Snýr heim. Það var komið upp að hérna Ágústkartið var í Belgrad sem 9. Það er bara glóðtólist til því. Það er svolítið fárlegt. Nei, ég held að Francis kann nú vinna nú. Af hverju er svo mikið að gera? Ég held að þetta geta alveg orðið skemmtilega bara geggjað. Já. Þú veist sem bara fína bændæði fyrir og veist, hann gaf nú náttúrulega bara það er rétt. Mögulega bara besti heavyweight Þið erum visslega að lifa fruminn, það er sponsórnum okkar. En það er hérna bara inactivity. Ynglingu Reykjavík MMA, setur mikið strik í reikning. Það er nokkuð íslensku þjóðurinn. Hversu góður var hann? Við erum mjög duglegir að stiga við baki á okkur og hjálpa okkur að láta draumar. Það var bara að vera champion þar og taka það. Þú veist. Og verið í stóra fætum. Sjáta á vinnuvinnum. Yfirmæri minn sem að sérum að Við erum bara eitthvað að fara í sig bara sendir mér í hverju mánuði hvort við fórum að fara og fara þarna mikið frískilur og ég býti vaktir í þingum það. Í staðan fyrir að vera bara svo sitt sportið þátturinn. Ég er að fara hérna til Doncaster í Bervík og ég getur að hlusta þessi kringum þetta. En þessi Philippe Lins alltaf segir mér að fara í stannsins.
Shoutout á elsku Drífi. Já, svo er kunnar mína sem sína þessu Svo langt síðan þannig að þessi, sko. Já. Þessi gæi góður, sko. Shoutout á alla. Já. Þeir eru að gera upp sig. Já. Við erum komin í sko hálftíma þá. Já, ekki slátur að mæta ekki vinna í þetta. Það er alveg proper gæi. Þú veit að bugast. Hérna, Sean Strickland segir að Kamsat kemur sko, mér fannst þetta ekkert svo mikið ímynding, sko, ég dæmdi þetta til Þess að gaf það menn eru Stipe Miocic í tíma. Rússarnir voru brjálæðir Í hotni og Rússarnir voru brjálæðir auðvitað, það er split position. Gæi sem tapar alltaf brjálæðir. og svo er líka spurning, sko, því að Þessi einhver alveg hefur aldrei verið eitthvað svona alveg glímugæði, sko. Einhverju hlutlusi Það er spurning hvort að Lins Nei, einhver svona youtuberar, sko, Já. því að það er gæðin sem gæti, Það er gæði sem hefur en ganu er svona í húri og greina tanskinn og Dráp. gert það leiðilegt og Af því að þeir hefur bara selt allt rastlu sig og selt Það er og wild ég gæti ekki Lins, ég það rönnismann er fattan, sína eigur, sjá selt bara allt hvernig að hefur hamsat fætið þetta er, sko. 10 stöður. Aðeins 10, ég ætlaði bara að hafa 10%, sko. Ég ser húsið mitt og á 1,10, bara 1,1 hús þegar ég bara fætið baka. Það var, við erum að hlæja. Það var góð fætt, sko. Ég held að tveir menn dráf Lins er bara mjög flottur, sko. Sem er svona gera longshot séð Aldarinnar. Þetta er svona Lins er svona bakbeinið í longshotinu og svo bara, þú veist, gera bara langar séðil af afslæði þessu og ef það lendir þá verður það super séðil. Þetta var að taka bara Samtíma sem líka 4-5 góða favorites og svo bústa upp bara. Já, með Lins. Og sjá hvað það er í alvörunni. Það er vitlaust. En svo eigingar líka, sko, að því að Það er þessu kannski húsi, 3-2 honum. það verður að bara snúa við, hópa konuna og bara, Það er proper gæi, sko. ég bara, Ég bara get þetta Þetta er bara gæi sem ég man eftir að vera bara að horfa á UFC. reyna að bæta þér upp allt sem ég er búinn að taka af þér, skilur. Bara hvort að hann sé ekki bara... Já, ég ætla að segja hann ákveða að gifta þér, hún er ekki ákveða það ekki. Ég veit ekki alveg hvernig stemningin er á góðu, sko. Herri, En- tala það. Já, herri, það eru allegations. Já. Að Hamza það er bara Já, getur við. þvinga einhverja 17 ára stelpu Ég er viss að í hún Jónum, er í Jetsinu. Já, Ég var ekki alveg búinn að skoða það á mikið, ég sá bara að hann voru einhverja ásökk, ég var að skoða það. já, sko. Report circulated online attributed to journalist Hann er and bara claims from já, ef það fyrir glímuna eða eitthvað svoleiðis, þá erum við að tala um að Lins er bara Snýðun Kamsat Kímaev was involved in a marriage ég man, Chechnya involving a 17-year-old girl. þú veist, Francis er gammal. Claims suggest that the marriage may have taken place in secrecy and further alleged the girl was brought into the situation against her will. These were serious allegations that sparked major discussion and backlash across social media. Sko, já, í rauninni bara að já, bara neitt 17 ára stelpur sem gifta sig sem seinni konu. Þú veist, keypti hann úr búrinu og svolítið dreina gastangið hans, þú veist, tekið Þetta er alleged. Þannig að það er ekki, það er spennandi sjá. Það er ekki búið að sanna það, skilur. Ég set á Lins, það var Lins-megin Linu. Og það staðfæst þetta með einhverjum hætti, skilur. Þetta er alleged. Fransin Ngannou er aldrei búin að taka það línu sína þannig. En sko, það er umálið. Mér finnst það að vera mikið að stræka og fókus á það. Það var á sama tíma, það er líka þýtt að Mick Wade Bully náði ekki vikt fyrir þennan barndaga. Mikið skandal kringum. Líka bara UFC, Sundarsons og hvað segir það ykkur bara integrity? Hann er alveg, það er bara, 185, skeilin bara, þetta er spennandi að það frá og tilbaka. Inga við var að senda bara 185! Leið hann stóð upp á hann. Það er neitt því að sem átti mækperi. Nefnilega sko. Ég veit ekki hvað ég var að túlka. Það er að berjast einu svona. Nefn að ég er bara með lífið eins mækperi sem var hann champion. Hann er endallt missandi. Hann er Wade Bully að gauðra, bara eða sem fannst ég hérna Gilbert Burns í welterweight sko. Over Wade Bully. Það er að taka hann út sko. Og svo er með eitthvað svona antics. Svona, þú veist, tengdur einhverjum hérna innræðisverðum í Chechnya og bara það er svo margt shady í kringum hann gæð. Þetta er, mér finnst þetta ekki góður champion. Ég er alveg til í að kveðja Kamsat, já, sem það er einhvern veginn að neitt í þessu alltaf sér. Ég er svona game í að hann leggur á með Mike Perry sem að mun á hérna sko. En við erum sjálfsveikir fyrir mig eins og bara, neða, bara að fá að bæra þessu upp í Light Heavy.
Það var beint í Dana White og bara ekki Já, sko, Dana White sagði það sko, en svo kom eitthvað eftir á að hann það náttúrulega bara, við getum ekki alveg tekið því alveg af því að það ekki bara allt fucking fixed? Sem ég skil mjög vel. Mér finnst ef ég ætla að beita einhver MMA math kannski á hann bara, getur Jake Paul ekki verið part. Ef hann missir vitt aftur, því ég bara treysti því. Það ekki, þú veist, að byrja í líka bara að horfa á ferilinu hans, hann sagði við Mike Perry, þú veist, þá það líka einu og tapir fara í light heavy. Þú veist, hann búinn að standa svo ógeðslega vel í bare knuckle boxing eftir það að sína hvað hann fucking grjót, fucking harður. Sérstaklega með hann sýnum á sko Alvarez eftir að við ekki Rocco. Þannig að nú skilja það, hann náttúrulega Mike vilja fá Hits líka. Vilja fá rematch sko. Ég er alveg glaður svekktur. Ég held að þetta misefna Mike Perry hafi haft hann geggjaði á hann. Þetta ekki hamsað sem við þekktum, það var púlandi gardi í annar og við varum þreyttir. Ef það harður reynið þarna takedown sem að, þú veist, svo strekkað næra spróla og mikið núna og hann fer bara niður á bakið, maður bara eitthvað, hver þetta? Þetta ekki hamsað sem við þekktum. Þetta ekki svona væri, þetta ekki bara búin að dópa undir svo strekkað. Ég veit það, maður bara, einmitt, ef einhver það setjast skjáfhæmlíðin af þessu, það hefur verið bara, stóð í AI, Ég setti smá pening á Sean Strickland. Hann alltaf skemmt. Það var mjög fyndur. Hann bara fyndur eitthvað í stuð. Ég elsk Sean Strickland. Hann alltaf underdog. Það formar allt. Það getur Sean Strickland, það besti underdog. Þetta farið þannig. Það áttur að vera Íslandfest. Já. Ég bara, mér finnst bara erfitt að gera mig grein fyrir hvað að gera sko. Allt þetta MVP-dót rönnar svona mikið af svona gömlu UFC-hætti. Ég get ekki sagt að þetta sé sko eitthvað svona þessi flottara kart heldur en vætarkarti, þetta er svona alveg ekkert eitthvað. En hérna, Jake Paul sagði sko, ég á von á 20 miljónir views. Það er bara, hérna, það er bara eitthvað svona estimate, ég held að það sé bara conservative. 20 miljónir views væri held ég sko stærsta MMA-kvöld sögum. Já, ég held það. Það er bara búin að vinna allar þessar fólkna. What's the most successful MMA talum hérna og ég held þessi pottir regla að lista yfir menn. Hérna, sko það er ekki margir, já, þetta væri þá menn á stærði Khabib náðu að vinna þetta tilbaka sem er fóð rétt yfir hérna til að við erum bara svo 2 miljónir guys. Já, ég er bara að sé á Netflix. Núna sjá bara þetta er live. Og var ekki eitthvað svipað. Þá sé ég ekki smá stund. Ég veit, við talum sko, Sean Strickland er alltaf komin í flott. Amanda Nunes, Randy Couture, Short St. Pierre og Cain Velasquez. Hann átti að vera svona sem að mist til hann og Reyndar. Þannig að, Sean Strickland, fyrir mér, hann er Hall of Fame í dag. Hann verður Hall of Fame. Þeir fóru alveg back and forth hvort þeir átti ekki til. Það var svona guði sem átti engan sens í leikur. Bara abused af pappa sínum, átti bara að vera piece of shit guy og bara, veistu þið, bara að vera fæður. Og hvað er það með þetta? Og bara, þú múna bara í flokki með Randy Couture, Short St. Pierre. Jú, þeir fóru. Það var einhverju UFC að Hall of Famer. Trilogy, Moraes. Það er bara svona, gali dæmis. Hann átti með þetta Mokar, Mokar var eitthvað vísa. Þetta fannst þið bara það. Það hefði huge fight. Þú veist, skorar þú þetta 3 lótum. En Moraes er á kartunni, hann hefði bara mætið einhverju. Ég var það líka sko. Mér fannst sko, einhverju 11-0. 1-8 Khamzat, 2 Strickland, 2-3. 2-3 Strickland, 4 Khamzat. Þetta hefði verið huge Strickland. Mér fannst það alveg augljóst. Þetta væri þannig, ég hafði samt þetta áhyggjur að það er mögulega. Ég er saman, en ég var spenntur að sjá það. Ég er spenntur að sjá hvernig þetta gengur í kjöðum og eitthvað. Þetta var fyrsta kartið, en það var sagt 20. Það er ekki eins og einn dómar að sá það. Ekkert í lífinu það var sagt 20. Það náði það ekki einu teikna í Netflix. Það var bara típis 5 minútur. Nei, það ætti að vera 20 minútur. Það er ekki búin að rási og enda sem það var sem er velið og yfir að streikandinu. Það væri það samt, sko, mér er samt þú vil að því að streymisveitan hann tók þessu stóru lótu bara á en streikandinu. 2 miljónir views Conor McGregor móti Khabib. Það er 2 miljónir sem kipti það. Góður stækjar. Þetta fyrir 20 miljónir. Maður fannst líka sko, það væri með 10-falt fleiri augur á það kant sem við erum það. En það var sko, það var náttúrulega bara því streymisveitan svo stór, það er svo huge. En það var spennandi að sjá, tölur þar.
finish with wrestling. Töðar um þessu. En þannig að ég bara í rauninu byrjar. En MVP promotions er náttúrulega að keppa við UFC. Ég ekkert rosalega mikið og mér finnst það sama á þessum beigunum svona gera mjög þreytt. Artur alveg ég hugsa svona að ég var að horfa á þetta og ég var svona að það hefði verið betra fyrir Klikka meina vend sko. Stræka frekar í Því að Mikki Góstaðar og Siggi við náttúrulega völdum hann sem nýlega ásins í fyrra. Það eru 2 mínútur eftir. Og Arnold Allen er bara besti fucking gatekeeper í UFC. Það byrja í hann tapar bara á móti. Ég svona eiginlega ekki neitt. Allra bestu. Og það var Max Holloway, Offside, Evlov, annars er það bara að vinna alltaf hinn. Það var ekki alveg Vann Giga Chikadze, vann Kevin Katla, vann Mútur, vann Ludvig Júsuf og svo skýtur strax að teka. Hann er að vinna alla þess að göra, hann er að stoppa. Það er fárlegt. Af hverju erum við í miðla og vilja svo ekki miðla? Climbing up the rankings, svo lendur á þessum breska, enska vegg, sko. Mér finnst það bad look eða bara þeir sem vinnum, það eru gæðir, þykist að vera tilbúin að það eru tælt, þú veist, bara að leggja aftur, nú kemur ljós, eins og þess að bróður er náðan með golf, er mikið kost á, hann alltaf síndur, þú veist, það var enginn að róta Dan Ige, hún mætti náttúrulega spinning back kick to the face og mokkaði Dan Ige the fuck out. Þannig maður er alveg, ég er alveg mjög hæ á Mikki Kosta. Það var bara headkick nokkaði út af Morgan Charrier. Þú veist, móturhjóðslýst og við erum að fokka upp öxlum. Skoða bara, og hann bara verður mútið sem Steve Garcia. Hægri hendina. 2003. Síðan þá vann hann stenda hægri. Norden BK. Þannig að hann Svo bara Andrei Setsufíli, Kristján Rodríguez, Julian Rosa, Morgan Charrier og Dan Ige. Það er wrestling. Svo var hann mjög gott síðan sparrið á þriðju. Hann er alveg bara, hann er bara, eins og segir, hann er bara on a tear og er að mæta Arnold Allen sem er ekki alveg búinn að vera on a tear, eins og maður segir. Bara við kannast þetta sem var svona gamall kannast þetta. Tapar svona Max Holloway, tapar svona Max Holloway, tapar svona Dísina sem er allt topp dogs. Buffa ekki. Ég bara veit ekki, sko, competitioni sem Arnold Allen er búinn að vera að feysa er bara hæður fyrir ofan þannig að Mikki Kosta er bara að gera. Og það er bara nokkur þar í og þeir eru svo illt. Mér minnir samt sko að peningurinn sé að koma inn á Arnold Allen. Menn eru að hallast að hún grimmt sko. Já, hvað segir Kulben? En ég held einhvern veginn að hann hafi bara ætla bara að mæta inn og bara gera sitt best. 2-6. Hversu mikið getur unnið bara að I don't know, þú veist. Þú veist alveg, hann alltaf veit. Ég skil það alveg sko, en já, 2-0-6 á Mikki Kosta. Já, þetta er... Ég skil þessi stöðu, ég var alveg til að... Meistarlega gert hjá svona Stögglandi. Ég held samt að ef allt það gengir rétt upp í hans að... Það er ekki alveg minn staður svo að tippa sko, en ég hugsa ég feit hennar þannig fætist. Það er ógeðslega spennandi. Mikki Kosta kemur hérna og segir það. Tók fyrstu lóti. Það er alveg Fyrstu lóti var dominant. Mér finnst Mikki Kosta að vera miklu betri. Mér finnst það að vera svona gauð sem verður bara endurspilur. Það sé svo mikið mun á hann og mikið bara. Það er stöffað bara strax. Það er svona... Þá er maður bara hérna. Þetta er allt annað fætt. Það er yrðið sko. En hann var annars sko... Ég sé mikið mun á hann og ég held að það sé bara standa sig mjög vel. Planið var að bölku. Arnold Allen er svolítið búinn að vera svolítið svona öndurkóma maður. Þessi líður eins og þetta. Það er aðeins í þessu fætum. Ég var alltaf að verða eitthvað. En það var bara eftir að koma í ljós. En ég verður að segja, ég hallast að Arnold Allen. Ég spáði honum síður. Ég skil alveg. Hann vinnur alltaf nema það besti. Hún kemur bara í ljós. Hvers góður er Mikki Kosta. Já, hvenær er þetta? Komin í vendur Duho Choi mútið Daniel Sandsberg. Duho Choi fór náttúrulega til farið suður verið í myndu og sinna herskildur. En ég er bara skilingið með þetta væpa. Hvernig mæturu þú 20 kílóum yfir? Spennandi bara dag sko. Já. Það er spennandi að sjá hvað fór maður. Það er alltaf að æfa svona mikið og hvernig ertu bara 20 kílóum yfir? Það var spennandi sko. Já. Þetta var babyface killer á sínum tíma. Það er bara pínu svona sjálfur sem 2004, jú, passar. Það er bara áfram. Já, hann þurfti að sinna eskildi í 2 ár. En hvernig getur það verið 20 kílóum yfir? Já, hann Það er bara, þú verður að skoða sjálf aðeins. Já. Hann tók 40 röð áður en hann þurfti að sinna sér herskildi. Það var allt fætað maður og allt geggjað.
Cub Swanson, Jeremy Stevens og Charles Jourdain. En mér finnst það bara, það er svo er óslega mikið eitthvað að sína hvað Kamsson æfir mikið, hvað hann æfir stíft og þetta er einasta æfing, eftir hverjum æfingu þá hann bara ælandi og eitthvað. Þannig að hann er mætt inn á bardaga hjá Stórleikum bara í mikið mætti svo top competition, tapaði 3 börnum í röð, en samt allt fætur á hann. Galið sko. Þannig að þú veist, hann er ekkert í svona allan búinn að vera í skemmtilegum fætt og með ógeðslega fyndið nýverið bara stendur hann alveg flatt og sterkar sigrar, spila það er ekki bounce í skrifunum góður sigrar hann er bara flatt og hann finnir sér báða en Daniel Santos er eitthvað huffugur mjög skemmtileg fætt þetta er svo galið en ef að ræða mannin sem var svona gagnrýndur fyrir að vinna titil út úr það sko auðvitað mætti tók annan kóruðu búa titilinn já, þetta var sér bara það er eitthvað illa við þess geður þú veist ekki á Tatsur Taira vagninu á móti Joshua Van ég var aðeins ég veit ekki Jung Lee Yu Sang Yu og Benji Du Ho Choi bara þess að helvítis kóruðu það er ógeðslega fyndið en sko Daniel Santos er bara ógeðslega flottur tíma bækinn í allar partarinn sem ég sé þetta var svona kaflaskipti það fór fram og tilbaka og þú veist þessu Taira klæða sem því góð takta með ég er mjög hrifinn af Daniel Santos ég held að teki það svo náttúrulega Malcolm Welniger líka á þessu karti maður alltaf smetti verið honum sko þannig að það tók hérna fyrsta tapið sitt ótrúlega flottur sko þannig að þegar það náttúrulega ástand að krísi nokkað og það var líka Cameron Simon og hérna Adam Bram breyttist svo mikið sem var það gæna tók hann í stendur þannig að Malcolm Welniger er eitthvað sem maður er búin að vera mjög fyrsta lúmin er Píkulóta það er að tekja svo í annar lúmin er að mæta Juan Díaz sem er að koma út á bensins Juan Díaz debjúar á Kíu UFC og fær verður svona velvegi hjá Taira glímið tilbúrið sem verður frá allt líka erfiðar að það er búið að snerta en okkur það var alltaf Egið Jack í fyrirlóti hann lípið bara viku fyrir og hann gefur Taira viku fyrir fætt og hann nýja og heldur smekkið og við bara fletja á hann leik það hefur líka svona mikið lágir en þú veist, gæinn Juan Díaz tekur þetta og það ákveður hungur á honum sko ég var ekki júlurinn í Díaz á hann hann er bara að berjast í það er alveg betur sem sé eftir og við erum gaman að þannig að það hefur eftir verið eitthvað ef en einn Díaz myndi koma bjóður en ekki einn hafa eftir einhver mest er líka bara eitthvað neyn það er annar mjög skemmtileg barndagi hann byrjaði að hitta þessum bótti svo það leiði manni svona það er bara svona ég er mjög spennt fyrir ákveðin karakter og ég er að lefna slökkfest ég elska vel en hvað það sem að stoppa Case Williams er það það ekki út af því að liðina já þess að bara svo beatable fætti einhvern já en mér finnst sko ég var bara finnskil sem ég sá verið til þetta er 5 minútur þá var ég alveg svona þetta er alveg bara það er svona eins og hann ekki bara að sækja þessi úrslit sem vinna á þátturum það er alltaf verið gæði sem fer samt að sjálfsögðu aftur að kvíktöfninu og svona lagar ég spáði vel kynnu klokk ég sé ég held að sé mjög bara mjög skemmtileg barndagi ég held að fyrir mér er þetta svona 50-50 að langar sjá þú veist að ég var ekki að lifa eftir að vera eitthvað hefur einhver sem var en jú ég er stundin á mannalega til ég get alveg má alveg færa en þetta er jafn ég get alveg fært þetta í fær síðan til það er svona ánum og var það mátti gangi sko flott veist sko ég hlustaði á hérna Kessa það er einn dómur sem er Adelín og Tórin Indiana og Tórin Indiana og rólega vel í þessi fætir Michael Kessa talaði rosa vel það gameplanin væri gott og þetta væri
Þeir voru bara tveir. Tæra Það er svona hennar mómentur að koma og sína hvað henni býr. Þannig að í rauninni sko möguleikin á að ráða ykkur. Það er ekki eitthvað að vinna Artelíðan sem bara ekki að lóla staðir. Þannig að ég hef svona smá tilfinningu fyrir því að það sé búinlega ekki að segja sigur af því að bursja frá því ef að segjum svo að þær hefði unni þessi loðmann skilur það var alltaf að vinna barta. Það er að vera jöfs í gang á Mestalagi minka aðalega færum mesta aðtekjum á þessu sæt. Þú veist, Hvernig ganga æfingar? það hefði rauninni verið sko Kólon hefði þá fyrir með það er svona eitthvað, þú veist, Timmy Guambombi fyrir hann Sópæ líka geggjaður fætt Kaskas virðist alltaf að verða geggjaður en svo hættur hann við að vera geggjaður og lætur berja sig sko það er líka góð fætt ég sem er sko Andalen svona Mikkostaðar ég segi Daniel Santos mútið Duo Joy Marko Mölmöggar ég fannst það samt Díaz allir kommentatorinn sögðu að það hefði verið gott 50-50 og ég svona ég spói hérna en ég skil svona pyrrandi menn ekki sko Ég held að Sópæ hendur ennþá upp í það vissilega verið að berja hendur það reyða samt upp í þú ert ekki farin í góð svo líka en það kællum við erum á sama tíma búin að snúa þér undan en það er búin að svona Fyrir Eipurskar á að taka tillit til þess já bókaði þetta gamla erum við að slá bóttin í það? Slá bóttin í það, ég ætla bara að minnast það að það var hérna Pirka já svona og voru í Varsjá það er mögulega ég held við þetta dósjó það er til að geta dósjó það var eitthvað spurður tristininu mínu aftur og svona spurður eitthvað skilabóður um hljósa if you wanna run it back hvað meinar if við þakkum öllum fyrir að hlusta seint þáttur en góður þáttur næsti þáttur verður þriðdagsmorgunin sem að gefa núna þriðdagsmorgunin það er bara hvetjum bara fólk að tjúna inn leðum að mæti vinnur það er ekki fyrta lóta fyrta lóta in the morning munum að því gott að ég að spara fjöldum alltaf gaman til það og takk fyrir að hlusta